Jæja, hvað fannst þér eftirminnilegast á Suðurnesjum á árinu 2001? Það var náttúrulega ótrúlega margt svona eftirminnilegt á þessu ári og kannski fyrsta sem mér dettur í huga því það gerðist nú bara í byrjun árs sko. Það fóru við Grindvíkingar í skiptið við 3000. Við verðum 3000 og 3001 annað snemma árs og sem var náttúrulega mjög góður svona áfangi að ná fyrir þetta bæjarfélag. Og nú erum við að verða bara 3200, gríðarleg fjölgun á þessu staði í bæjarfélaginu og mikill uppgangur og það er náttúrulega mjög ánægjulegt sko. En það er svo margt sem að, maður getur týndi, ég til dæmis að atvinnuleysið það er mjög mikið niður á Suðurnesjum sem er gríðarlega mikilvægt og ánægjulegt og síðan kannski það sem er eftirminnilegast er öll þessi uppbygging sem á sér staði eins og upp í Flugstöð og Bláa lónið er að byggja svaka hótel og gera mikla breytingar sem að geti ekki annað en haft góð áhrif á Suðurnesin og þetta er svona þetta stendur upp úr, þetta stendur líka upp úr slæm staða Reykjanesbæjar sem er mikið áhyggjuefni og vonandi að það horfi til betri tíðar þar og já þetta er áhyggjuefni fyrir alla eins og margir hafa sagt en svona heilt yfir þá held ég að það sem eftirminnilegast á Suðurnesjum er bara að það er einhvern veginn finnst mér, þrátt fyrir þessa stöðu Reykjanesbæjar og annað, þá er alltaf uppleið hérna. Og maður finnst svona betri hljóð í fólki og menn eru svona jákvæðari á framtíðina og það er náttúrulega bara mjög jákvætt. Reyndar náttúrulega íþróttamáli, við getum alltaf nefnt íþróttamáli, við erum svona mekka körfuboltans og það er mjög eftirminnilegt og ánægjulegt að við erum að standa okkur vel í því. Það er frábært og reyndar fótboltinn aðeins farið niður á við en það er vonandi bjartari tímar í því en þetta er svona kannski það helsta sem maður sér að það er Flugstöðin og kannski líka þessi ferðamannastraumur sem er alveg gríðarlegur og kemur hérna á svæði sem við verðum svona að nýta okkur. Hver fannst þér vera mest áberandi Suðurnesja maðurinn á árinu? Já, þetta er nú góð spurning. Pólitíkasett er alltaf mjög áberandi og ég gæti nú nefnt vin minn og félaga Ásmund Friðriksson. Hann var svolítið mikið í fréttum og oft fyrir svona, kannski ekki endilega ánægjulega fréttir en hann var svolítið áberandi því en svona sá Suðurnesja maður sem stendur upp úr mér er Suðurnesja maður ársins sem að þið á Víkurfréttum völduð í byrjun árs sem er Fíta Abdul Líti sem að það glæddi mig óskaplega þegar hún var valin Suðurnesja maður ársins og ekki síst að því hún er nú Palestínu-Arabi og múslimsk eða múslimi og hún er svo gott dæmi það hvernig fólk frá ólíkum menningarheimum getur komið inn í íslenskt samfélag og gert frábæra hluti. Ég var þess heiðurs ánægður að vera skólabróðurinnar og við unnum mikið saman í Keili, fyrsta ári Keilis sem að er og það er búið að vera ævintýralegt að fylgjast með framgangi hennar og það samt kemur ekkert óvart því hún er svo ótrúlega jákvæð, gríðarleg baráttukona og ótrúlega snjöll og það er líka gaman að segja frá því að því að við talum það sem að eftirminnilegt er líka hvað Keilir hefur dafnað og vonandi dafnar áfram og það er nokkuð okkar þingmann að hjálpa til að styðja við það. En bara hvað þetta var frábær innspýtingin í Suðurnesja samfélagið að fá þessa menntastofnun og hún er akkurat svona frábært dæmi það, svona afurð sem kemur út úr þessum skóla því hún hafa búin að eiga í tómum vandræðum í skólakerfinu á Íslandi vegna þess að þar verður að kunna íslensku og sem vafðist fyrir henni en þarna fekk hún þetta tækifæri og blómstrar og er svona já, hún átti það sannarlega skilið að vera Suðurnesja maður ársins og fyrir mér er hún já, sá Suðurnesja maður sem hefur blómstrað mest og er svona eins og ég sagði á hann fyrirmynd hún er ofboðslega dugleg, hún túlkar og hún er bara stórkostleg manneskja og frábær viðbót fyrir Suðurnesin. Voru eitthvað svona, ef ég spyrði hver fannst þið vera stærstu málin á Suðurnesjum á árinu? Ég held að sé svona stærstu málin er slæm staða Reykjanesbæjar. Þetta er þetta rosalega stórt mál en svo líka það, ég meina Thorsil, kísilverksmiðjan fékk starfsleyfi á árinu og það er svona, já, var ýmislegt að gerast og maður vildi sjá meiri hraða í því en þetta voru kannski svona stærstu málin og atvinnuleysi niður eins og ég nefndi áðan. Þetta er náttúrulega stór mál fyrir þetta svæði en svo er líka mjög stórt mál það að í ljósi slæmra stöðu Reykjanesbæjar þá er það veltaði fyrir sér að fara úr sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum og það er náttúrulega mikið reiðarslag fyrir þennan landshluta. Því að Reykjanesbær er höfuðstaðurinn okkar og þetta er svona móðirinn á svæðinu sem að við megum bara alls ekki missa út úr þessu kerfi og það er mjög mikilvægt fyrir
samfélagi eins og Suðurnesin að standa vel saman og þar spilar Reykjanesbær lykilhlutverk. Og ég spyrði þá að lokum, hvernig sérðu Suðurnesin fyrir þér á þessu ári? Ég sé Suðurnesin eins og alltaf síðan ég kom hingað á Suðurnesin, austan af fjörðum, að þetta er frábær staður að búa á og hér eru gríðarleg tækifæri sem liggja út allt og ég eins og nefndi áðan það flugstöðin, ferðamennastraumurinn eykst ár frá ári, alveg gríðarleg aukning og það er eitthvað sem við verðum að grípa og nýta okkur, ekki bara Bláalónið fær nánast alla ferðamennina sem er frábært og það er ofboðsleg uppgangur í kringu það og síðan held ég að til dæmis bæri eins og Reykjanesbær og þessi bæri hérna í kring verði einhvern veginn að grípa þetta tækifæri og fá þetta fólk til að stoppa oftar hérna og lengur. Það er alveg hægt og ég held að með markvissri vinnu þá er það hægt og hérna þannig að ég meina við erum með gríðarlega sterk sjávarútvegsfyrirtæki eins og í Grindavík og Garðinum og hérna það er það sko það er svona hryggjarstykkið í atvinnulífinu hefur alltaf verið sjávarútvegur. Við erum með stolt sí á Reykjanesi sem er alltaf bara að stækka. Kollland er að vinna ótrúlegt þróunarstarf og bara út af Reykjanesi er eins og Haustak og fleiri og þessi próteinverksmiðja sem er að vinna úr slógi og þetta er ævintýralegur uppgangur að sjá hvað sjávarútvegurinn er að ná sér á strik og auka virði fisksins. Við erum bara stöndum fremst í því í heiminum held ég. Þannig að svona heilt yfir þá segi ég Suðurnesin í svona ljóma. Við verðum vonandi áfram mekka körfuboltans og ég vona við löndum titli vegna þess að mér er alveg sama, auðvitað held ég með Grindavík en ég er samgleðst svo sannarlega öðrum í Reykjanes, Reykjanesbæ og Njarðvík eða Keflavík ef þeir vinna titla og síðan vona ég náttúrulega Grindavík og Keflavík fari bæði upp í úrvalsdeild í fótboltanum en ég er mjög bjartsýnn á Suðurnesinu og ég vona það að við þingmenn til dæmis vinnum enn betur saman á komandi ári og stöndum saman við að tryggja okkar svæði og Íslandi bara bjarta framtíð.